Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Í klefanum þá talar allt íþróttafólk sama tungumáli. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Gefum Silju Úlfars orðið. Elísabet Gunnarsdóttir, knattspyrnuþjálfari og fyrrum leikmaður. Hún stýrði liði Kristjánstad í úrvalsdeild kvenna í Svíþjóð í 14 ár með frábærum árangri og hefur tvisvar sinnum verið útnefnduð þjálfari ársins í sænsku úrvalsdeildinni. Þá hefur hún meðal annars hlotið fálkaorðuna fyrir sín störf í þágu kvennaknattspyrnu. Ég hef hlustað á hann áður tala hvernig að búa til lið úr einstaklingum og samfélag í kringu liðið og ég bara varð að fá hana hingað til að ræða enn frekar því ég var mjög inspired af því sem hún var að segja og ég veit við getum öll lært af henni. Engin pressa, Elísabet, vertu velkomin. Takk. Herðu, en áður en við byrjum þetta svona alveg þá ætla ég að fá að þakka samstarfsaðilum Klefans. Það er Auður. Nú ættum við öll að vera búin að setja okkur fjárhagsleg markmið fyrir árið og byrja að spara með Auði. Sparnareikningurinn sem allir ættu að sjálfsögða eiga. Það er ekkert mál að stofna reikning og byrja að ávaxta. Hafið fiskverslun. Fiskur er próteinríkur og góð næring fyrir allar íþróttafjölskyldur og bara fiskur ætti alltaf að vera reglulega í matinn. Hafið fiskverslun er með 2 verslanir í Hlíðasmára eða í Spönginni. Lemon, ferskur og hollur matur fyrir fólk sem er að huga heilsunni, alltaf hollar nýjungar hjá þeim og mæli með engiferskotunum svona í byrjun árs. Detox-djúsanir eru líka alveg top nice, en Nutrileng smýr og mikið liðina aðstofa að byggja upp brjóski aftur. Herðu, hvað segirðu? Hvernig er, nú vorum við að taka þetta bara í lok desember, þú ert að leiðin í flug eftir smá stund. Hvernig er Ísland búin að fara með þig? Bara vel, eins og alltaf. Ég festist yfirleitt í snjó aðeins út á landi og kemst ekki neitt og það er flott. Já, er ekki bara fínt aðeins að hvíla sig? Jú, já. Já. En þú sem sagt hættir með Kristjánstad 2023 og ég er að fá spurningar út af því ég fæ alltaf spurningar frá fólki og af hverju ertu ekki að þjálfa í dag eða svona hvert ertu að horfa? Í fyrsta lagi þá tókst það mér 1 ára því ég var 15 árs. Já, ég hélt hann nefnilega, svo var ég eitthvað að reikna þetta. Okay, þetta er mjög mikilvægt þegar þetta var svona eins og ég þyrfti að klára 15 árið. Já, það er skrítið að klára 14. Já, það var mjög skrítið En já, ég kláraði þess að 15 árið og svo svona sá ég fyrir mér, ég myndi kannski hoppa inn í eitthvað nýtt jobb bara strax í janúar því að ég hef verið aðalþjálfari liðs frá 1. janúar með undirbúningstímabil og allt sem því fylgir í 30 ár. Þú veist, í 30 ári röð. Þegar 1. janúar kom og ég hafði ekki neitt að undirbúa og hugsa og plana. Þetta var bara stórfurðulegt, Það ekki. En á þessum tíma, fyrir árið síðan í janúar, þá var ég bara leiðin inn í svona viðtalsprósess með einhverjum liðum og á þeim tímapunkti voru það Chelsea og Noregur, landslið Noregs þá. Og ég var úrslega spennt fyrir því og sá bara einhvern veginn fyrir mér eftir 2 mánuði, 3 mánuði, 4 mánuði þá verði ég bara farin að vinna einhvers staðar. Og það var planið. Svo fékk ég vildi halda mér inn í svona Chelsea-prósess af því að það var náttúrulega bara draumajobbið og ég náði inn í Final 2 þar og þau völdu síðan að skrifa samning við Sonju Bambastor sem að þjálfaði Evrópumeistara Lyon og eða hún ekki Evrópumeistari á þenn tíma en hún hefur unnið Evrópumeistaratitilinn Champions League og ekkert skrítið við það og svo bara allt í einu er ég komin inn í apríl og er ekki komin eina vinnu og þá veikist mamma mjög illa og fór í aðgerð út af æxli sem að síðan endaði með heilablóðfalli og lömun og ég ákvað eiginlega bara helga sumrinu og mínu lífi í það að hjálpa henni að koma tilbaka sem var ótrúlega góð ákvörðun og mér leið svona einhvern veginn eins og kannski þetta hefði bara verið meant to be, ég væri ekki að gera nýtt. Þannig ég hef eiginlega svona aktíft verið að leita að vinnu síðan 1. október cirka og styttist bara í það, ég fara á völlinn aftur. Já, ok. Við bara erum spennt að fylgjast með því. Herðu, en þú varst náttúrulega sjálf í fótbolta. Þú varst í Val, fórst endur aðeins til Stjörnunnar, en mér langar að vita, varstu góð í fótbolta? Nei, alls ekki. Ég ætti vonu á þessu svari. Alls ekki,
Ok. Átt alveg moment sem að ég gerði ágætlega og allt Já, það sko. Ég einmitt. náði alveg hoppin á einhverjar yngri landsliðsæfingar. Já, En svona þegar ég hugsa samt svona mörg elementi mínum leik sem leikmaður og skilur nú ekki alveg hvað levelið var á yngri landsliðinu þá. en hvað stöðu spilar þau? Herri, ég spila á miðjunni og miðvörð Já, sem er líka stórfurðulegt af því að ég var alveg hræðileg í návíum. Þannig að svo er ég 1,72 og ég vann allar skallabolta þannig að það er svona ímislegt sem ég hugsa tilbaka bara hvað var ég líka ángið hana. nei. En ég las leikinn mjög vel og það var nú einhvern veginn bara var út af áhuga mínum á fótbolta. Ég horfði alveg ótrúlega mikið á fótbolta og örugglega miklu meira en flestir aðrir sem að spiluðu með mér sko. Já, og fannstu strax, þú veist, að þið langaði að fara í þjálfaran? Já, þegar ég prófa að þjálfa í fyrsta skipti sem aðstofþjálfari hjá Hafnfirðingnum Jónasi þá hann þjálfaði 3 og 4 áflug kvenna í val og ég veit ekki, ég finnst þetta bara einhvern veginn var svona tilviljun að fekk ykkur í fluguhausinn að prófa það að fara að þjálfa og reyna að kenna stelpum það sem mér langaði að læra en ég lærið aldrei. Ég var rosa bitur á þessum tíma því að ég einhvern veginn bara mér var sko mér varst allir þjálfar sem með bara búin að vera einhvern veginn ekki kenna manni það sem hefði verið hægt að kenna manni. Þú veist, síðan var þetta bara mér að kenna, ég sé það í dag, skilur við. Og mér langaði að kenna eitthvað sem ég var ekki búin að læra og svo bara eftir nokkra daga í þjálfun þessi tilfinning að vera fyrirmynd, mér fannst hún bara geggjuð. Mér fannst bara geggjað að skipta einhverju máli fyrir aðra. Hafa áhrif. Sem var kannski bara það sem að vantaði mitt líf. Já, en þú byrjar einmitt með yngri flokkana og eitthvað svona, en þú veist, ef þú myndir fara að þjálfa í dag yngri flokka, myndir þú vera með öðruvísi áherslur heldur en þú varst með þá? Þá snýrist þetta svolítið mikið gleði og það ekki eða hvernig? Sko nei, ég hef oft hugsað þetta. Ég hugsi myndi ekki hafa rosalega mikið öðruvísi áherslu. Sko þetta snýrist rosa mikið gleði, en ég var samt alveg með rosalega kröfur. Já, ég held þú sért með mikla kröfur, sko. Já, og þetta er einhvern veginn þessi balans á milli að geta haft gaman og verið með svona háa kröfumynd. Þessi balans held ég að sé ef þú finnur hann þá er þetta mjög góð stað sko. Já, þannig að þeim langar til þess að bæta sig og þú getur leiðbendum í það átt en svo náttúrulega þetta verður að vera gaman. Ég veit, það er svona eitt hlutur sem þið breyta alveg 100% sem ég hef oft hugsað og það er að sjá alla. Þú veist, ég var rosalega ég myndi ekki segja upptekin en ég einbeiti mig miklu meira þeim sem virkilega vildu ná árangri og sýndu sem mestan áhuga en ég er búin að sjá það svona bara með reynslunni líka eftir að vera búin að eignast barn sjálf og fylgjast með sínu eigin barni fara gegnum íþróttir og maður svona og hlusta á vinkonur hennar og bara einhvern veginn, ég veit ekki, þetta bara kemur með aldrinum og þegar maður verður aðeins fullorðnar í hugsun held ég og svona emotional intelligence vex hjá manni. Þá er einhvern veginn, það er ekkert endilega þeir sem sýna mestan áhuga 10 ára sem að hafa mestan áhuga og vilja mest. Það er oft bara feimnu krakkarnir sem að þora ekkert að segja frá metnaði sínum að þeir eru ekki með sömu tæknilegu getu, eru ekki að fljótir en kannski verða það. Og ég hef á seinni árum séð krakka og bara manneskjur, bara 23 ára mannesku sem kemur inn í efstu deild í Svíþjóð úr annarri deild sem er 3. efstu deild í Svíþjóð með lélega tæknilega getu rosalega svona tilbaka karakter verða bara besta leikmann deildarinnar. Þannig að ég misti sennilega af nokkrum einstaklingum sem ég hefði getað hjálpað að verða miklu betri. Og ég er svo glöð að segja þetta út af því mér finnst þetta svolítið vant að fólk er rosalega upptekið af þessum, ég ætla að segja gæsalappa bestu í dag, en svo er þetta bara börn og það á svo margt eftir að gerast hjá þeim sko. En mér finnst Svíar vera svolítið, ég þarf vel að sýna þér einhver Patrik, sænskur rannsóknarblaðamaður eða eitthvað, hann er búin að vera að skoða afrekstefnur og það var, þú veist, hann skrifa einhverja bók og ég kann ekki sænsku og ég bara er í alveg að pælja að kaupa hana og nota svona Google app til þess að translita það sko, þú eru kannski bara að fara í það. En hann er að tala svolítið sko, þú veist, að fólk, að því þau geta veðja á ákveðna aðila og þeir sem eru
fæddi seinna árinu, þeir þurfa að hafa meira fyrir þessu og svo þegar uppi staðið þá eiginlega eru þeir flestir komnir lengra. Þegar þetta svona jafnast út þroskin eða eitthvað svoleiðis, þannig að já, ég þarf að senda þér á það, en ég glöð að sagði þetta. En svo fóstu úr yngri flokkunum og tókst við meistaraflokk IBVF aðeins 24 ára. Hvernig var það? Það var bara alveg klikkað sko, mér fannst þetta ótrúlega gaman, bara alveg frá fyrsta fundi með Heimi Hallgrím sem var að samfara með að taka við liðinu á þessum tíma. Þú veist, metnaðinum sem hann var búin að búa til sem smitaði mig ótrúlega mikið, bara hann var geggjuð fyrirmynd á þessum tíma, svona í kvennaboltanum kom inn með svolítið svona nýjan innblástur og öðruvísi hugsanir og ég smitaðist rosa mikið af því og valdi þess að fara til IBVF. Ég var að skoða að taka við Þór á þessum tíma líka og eitthvað að skoða kannski að fara í einhvern annan flokk einhvers staðar, en þetta var frábær ákvörðun af því að allt sem ég lenti þarna og fekk að upplifa og prófa hjá sjálfur mér og síðan seinna þurfa svona að reflekta á öll mistök og svona, það var í rauninni það sem að þroskaði mig mest bara á ferlinum örgulega sko. Já, ég trúi því. Þarna kynnustu það ekki Margréti Láru? Jú. Já, var hún 15 ára hjá þér eða hún var eitthvað? Hún var 15 ára, einmitt þegar ég var með hann á fyrstu malaræfingunni, þannig að beintur utan húsið hennar í Vestmannheim. En þú stoppar þar í 1 ár og fer svo í Breiðablik. Akkur varstu bara þarna í 1 ár? Ég var náttúrulega bara í 9 mánuði, ég kalli þetta svona verstu meðgöngu sem ég tekið þátt í, sko, eða bestu. Þannig að ég var í 9 mánuði og var bara rekin þegar mitt sumar, þegar bara leiðir okkar átt ekki saman, sko. Þá meina ég stjórnfélagsins og ég og sennilega bara svona flesti stuðningsmenn liðsins. Það fólki fannst ég bara ekki passa inn í umhverfið og svona kúltúrin sem að var í félaginu á þeim tíma og það var bara hárrétt, en ég var hins vegar rekin á mjög röngum forsendum, það sem var að klína með einhverju lyfjadrasli og hafa tekið þátt í einhverju sem maður á ekki taka þátt í sem þjálfari, en það er rétt að koma í ljós og bara var mjög lærdómsríkt á margan hátt. Já, en það er einmitt sko, maður þarf að þóra náttúrulega að taka svona ákvarðanir og ég finnst bara flott að einmitt talar að þetta mótaði þig og lærðir af því. En svo tekur við Breiðablik, öðrum flokk, þær eru Íslandsmeistarar, gekk vel og fer svo tekur við meistaraflokk kvenna í Val og varst þar frá 2003 til 2008. 15 ár undir stjórn, 15 ár, þetta er svona þitt þak sem sagt. Þú varst 15 ár þar, yfirþjálfari þar í 5 ár, Ok, ég ætla að lesa þetta. Fór í Val, tóku meistaraflokk kvenna og vann liðið sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í 15 ár undir stjórn hennar. Yfirþjálfari þar í 5 ár og vann 4 Íslandsmeistaratitla auk bikarmeistaratitils. Hvernig var þetta tímabil? Því að þetta var náttúrulega mjög sigursælt tímabil hjá þér. Já, þetta var geggjað tímabil og aftur svona, ég veit ekki, það var bara eitthvað gott karma með okkur. Þú veist, ég var náttúrulega rekin frá IBF með kannski besta liðið. Já. Mitt fyrsta ár með Val og í rauninni eiga það er kannski að vinna svona ef við horfum á pappirinn, það er alltaf til lið á pappir og svo til lið á vellinum og ég sko IBF átt að vinna deildina, en ég vil meina það að hafa eitthvað karma tekið við og hjálpa okkur í gegnum þetta sko og við vinnum þarna Íslandsmeistaratitilinn fyrsta árið en þú veist þetta eru 10-12 stelpur í hópnum sem eru búin að vera undir minni stjórn í 12 ári félaginu sko. Já, einmitt. Þegar þú ert þegar hún nærði þessum hóp og þessari liðsheild og það sem allir eru bara á leiðinu sömu átt og bara trúa sömu hluti og vilja það sama, þú veist hver þú ert og veist þitt DNA og það er einhvern veginn skiptir einhver máli hvað er á veginum, þú ferði yfir það bara. Já. Þannig var það ár og þannig svo 2005 þá fórum við á okkar bliktski, fórum í eitthvað svona complacency og heldum að værum miklu betri vorum. Þá kom þarna Kalli inn í Breiðablik og gleymanlegur karakter sem bara blastaði öllum fjölmiðlum að við værum ekki neitt og þegar Breiðablik væri að fara að taka yfir þetta allt og þær verða Íslandsmeistarar og hann hafði bara rétt fyrir sér. En þetta tryggaði okkur svo bilaðislega sko að
ég bara einhvern veginn breytti allir minni nálgun fyrir árið 2006. Já. Fer með liðið inn í fyrir inn í kapelluna á Hlíðarenda og verð bara með einhverja ræðu sem ég er búin að fá að heyra sko 120 sinum síðan 2006, bara í hvað móti varstu inn í kapellunni, varst að fara yfir hvernig við ætlum að vinna tvöfalt og fara langt í Evrópukeppninni og rústa Breiðablik og allt þetta sko. Já. Þetta var, við ákvaðum þetta bara í sammenningu þarna inn í kapellunni að við ætlum að taka yfir kvennafótboltann á Íslandi og við bara gerðum það. Já. Og það er ekki bara ég sko, þetta er bara ákvörðun hóps og sýnir það bara hvernig svona styrkur og orka í hóp getur ákveðið hluti. Þú ákveður þetta saman, það var enginn sem var eitthvað undanskilin og reyndi að fara eitthvað aðra átt. Nei. En þetta er svolítið þinn styrkleiki, það ekki? Þú nærð að þjappa liðum saman og einstaklingum og ég er nefnilega, út af því ég hef farið á fyrirlestur hjá hann áður, ég var með glósur í símanum mínum og þar talaður einmitt þetta, þú veist að liðið þarf að ákveða sjálf hvað þau ætla að gera, þú ætlar ekki eina að taka þá ákvörðun, heldur liðið þarf að gera það. Hvernig fær maður liðið til þess að bara gera þetta? Já, þetta er svaka góð spurning sko. En þú virðist vera með eitthvað svar við þessu, ég er alveg búin að sjá það. Engi pressa. Nei, sko ég held bara í fyrsta lagi þá get ég sem þjálfur ekki labbað inn í herbergi og sagt fólki að þetta sé svona að hinsinn. Nei. Ég er bara að labba inn í klefa með liðinu mínu og útskýri fyrir þeim að það eru til 10 leiðir að sama marki. Og ég er bara hérna inni til þess að hjálpa ykkur að ná árangri og ég trúi því að þessi leið er rétta leiðin. Og ef einhver trúir ekki á mína leið þá áttu sennilega ekki að vera hérna inni í þessum klefa. Nei. Og ég reyni að finna mjög vel út af því hvort að einstaklingar séu á sömu blaðsíðu og ég. Og ef það er einhver ekki á sömu blaðsíðu og ég, þá yfirleitt hef ég tekið ákvörðun að benda viðkomandi á að það sé gott að fara eitthvað annað. Já. Fyrst, ég ætla ekki að segja hendi einhverjum út af því að það er ekki rétt orðið. Ég vil alltaf gefa fólki möguleika á því að taka skref tilbaka og vera með. Já. Og svo þarf að móta þessa leið. Þetta er bara svona, ég kalli þetta alltaf svona belief system. Já. Og svo hefur þetta okkur hefur oft verið líkt við einhverja sértrúsefni, bæði Val og Kristjánstad. Og það getur bara vel verið að þetta sé einhverju svipaðir hlutir af því þar trúa allir á sama hlut. Já. Og er eitthvað skrítið við það? Mér hefur sértrúsefnið skrítnir sko. Mér finnst ekki skrítið að íþróttalið sem þráir og dreymir hann á árangri. Þú ert með nákvæmlega sömu mynd í hausnum. Eða eru allir með sömu mynd í hausnum? Eru sumir með einhverja mynd í hausnum að vinna FIFA besti leikmaður í heimi, vera besti leikmaður sænsku deildarinnar, skilur vera íþróttamaður ársins á Íslandi. Er þetta myndin sem er bara með svona skæra stjörnu í kringum þig? Þá er ekki vissum að ég er að spila í mínu liði sko. Því að ég hef aldrei byggt liðsheild á einhverjum einstaklingum sem vilja sitt besta. Nei. En þú getur reynt að móta þannig einstakling inn í liðsheildina. Jú, mér hefur mistekist með nokkra einstaklinga. En sem betur fyrir hafa svona flestir valið að velja sömu leið og ég. Og ég tel það að vera lykilinn að því að ná einhvers konar árangri. Ok, sæli kælir. En svo ferði nefnilega til, mér langar eiginlega að spyrja þér fyrst áður, fylgistu með íslensku deildin í dag? Ég horf á leiki ykkur einustu viku. Aha. Og hvernig líst þér á deildina núna? Svona held mér langi að segja vel og illa. Okay. Þetta er eiginlega, mér finnst hún hafa þróast ofhægt. Já. Svona ef ég horfi 16 ár tilbaka, það finnst mér að þróast aðeins svo hægt. Ég hefði viljað sjá að væri komið með sko svona góða leikmannahópa í fleiri lið og ég átta mig ekki á því hvort þetta sé að því við erum fá eða hvort þetta sé að því að þjálfunin er of einföld í yngri flokkum. Mér finnst vanta svona dítela í sérstaklega varnarleik, eiginlega bara í varnarleik og sóknarleik. Mér finnst svona hvað heitir þetta, grunnurinn í spilinu, sko, hvernig þú
byggir upp sókn og hvernig þú verst sem liðsheild, það er ekkert að því. En þurfum að fara að tala um smáatriði í varnarleik og smáatriði í að fara inn í hennan svo kalla finishing phase, þar sem þú ætlar að skapa marktækifæri og vera með hátt XG sem allir með heilanum núna, sem að skapa hágæða marktækifæri og það reiknað út frá því hvar þú ert í vítateiknum þegar þú kemst í færið og svo framvegis. Já. Mér finnst vanta allir þessi smáatri og þau eiga einhvern veginn að vera komið miklu lengra, finnst mér. Hins vegar eru mjög margir efnilega leikmenn á leiðinu upp og þeir fá tækifæri í mörgum liðum. Það finnst mér frábært með íslensku deildina. Það eru geggjaðir 18-19 leikmenn bara í lykilhlutverki hjá liðum og þannig á það að vera. Og hún auðvitað orðin aðeins jafnari. En við eigum töluvert í land til þess að vera að fara langt í Champions League því miður. Ok, en hvað telur að þurfa að gerast bara hérna á Íslandi til þess að deildin verði þá betri? Fyrst og fremst það líka bara að skoða það hvernig útlendinga erum við að taka inn í deildina, sko. Í alvörunni bara eitthvað gott svona scouting-kerfi í gangi. Það koma hérna inn á hverju ári 4-5 útlendingar sem eiga bara ekkert heima í þessari deild, sko. Og við erum að tala um sko 5 leikmenn sem spila bara í hverri viku í bestu til kvenna sem eru sko langt frá þeirri getu sem eru að vera til þess að vera keyptir inn til landsins. Það segir mér bara að svona, scouting-system ekki gott og það þarf að eyða alveg ótrúlegum tíma og vinnu í það að finna réttu einstaklingana sem eiga að koma og krydda deildina. Og það þarf. Ég að gagnrýna útlendinga í deildinni, ég verð aldrei með í því, sko. Það verður að vera nógu góður ef við ætlum að fá það inn. Það kostar, sko. Já, einmitt. Og kannski kvennaknattspyrnan ekki alveg vaðandi peningum. En eftir val, þá ferðu aðeins í smá landsliðs, ég ætla að segja landsliðsrung. Bara komin í banna að hlæja. Já, heldur betur. Herðu, 2005 og 2006, þá ertu aðstoða landsliðsþjálfari og einnig með U21 landsliðið. Ég með hérna skrifa spurningu, langaði að fara aftur í landsliðsbransan? Það stendur hérna, sko. Já, ég bara svolítið spennt fyrir því, sko. Já. Myndirðu vilja taka á íslenska landsliðinu? Akkurat núna, nei. En alveg klárlega einhvern tímann í framtíðinu kannski. Já. Spennandi, margir spennandi íslenska landsliðinu núna. Já, kynslóðin sem núna bara ótrúlega spennandi og svona næstu 5 árum held ég að við getum átt sko algjör topplandslið í heiminum með þá einstaklingar sem eru sko, það eru leikmenn sem bæði eru komnar út, eiga eftir að komast í ennþá betri lið. Já. Og ég sé fyrir mér að við séum að fara að fá kannski 8-10 leikmenni viðbót inn á stærri svið í Evrópu eða heiminum og það bara ótrúlega mikilvægt til þess að ná ennþá lengra. Og þær eru að fara á EM í sumar og eru í riðli með Sviss, Noregi og Finnlandi. Er þetta ekki bara fínn riðill fyrir Ísland? Það er bara geggjaður riðill. Við hefum náð góðum úrslitum á móti öllum þessum liðum, þannig að það er bara ekkert sem segir okkur annað en að við hefum að geta að fara upp á þessu riðli. Er styrkleikar eða veikleikar íslenska landsliðsins? Sérðu þá eitthvað sem er dettur í hug? Sko, styrkleiki landsliðsins er náttúrulega alveg óbúslega mikið hugafar og þetta að vera ein heild og fara í sömu átt. Þar erum við ótrúlega góð. Og það skiptir ekki máli hvort við erum að tala um staffið eða leikmennina, það eru allir í sama pakka á leiðin í sömu átt sem að bara tekur liðið langt í nánast hverjum einsta glugga, sko. Já. Veikleikar, sko, við eigum kannski ekki alltaf rosalega marga leikmenn, hágæða leikmenn að velja í allar stöður, sem kemur alltaf til með að verða smá veikleiki, held ég, fyrir Ísland. Það hefur oft verið þannig að það bara koma einhver vinstri bakverðir. Þannig að fyrir unga krakka í dag, sko, að þú ert stelpaðan úti með vinstri fót, bara endilega farið vinstri bakverðin og að þurfu ekki allir að vera sendirar, sko. Það maður er með vinstri fót og einbytt sér að það vera vinstri bakverður og maður er bara með svona þokkalan hraða, þá ertu bara á leiðinni landsliði, sko. Þetta er bara þannig. Og síðan kannski, þetta er orðið náttúrulega svolítið þreytt og margir búin að ræða þetta og mér finnst þetta að vera eitthvað sem maður er
í vinslu og að verða betra og það þetta að vera kannski með meiri skýrleika í sóknarleik liðsins. Mér hefur fundist að vera veikleiki en maður sér að það er mjög augljóst að vera að vinna með það. Já, ok. Þannig að náum við að vinna með það ennþá betur, þá held ég að liðið muni taka stórum framförum. Ok, all right. 2009, þá ferðu til Kristianstad. Hvernig segi ég þetta? Kristianstad. Kristianstad. Já, ok, ég ekki að fara að segja. Hvernig kom til þess að þú fórst til Kristianstad? Það var internetið var nú ekkert stórt á þessum tíma sko, en það var einhver heimasíða damfútbol.com sem að ég fylgdist með bara reglulega, held ég bara að fara inn á hverjum einasta degi og því að sænska deildin var bara stærst í Evrópu, jafnvel heimin, já hún var bara stærst í heiminum á þessum tíma. Já. Mér langaði rosalega til Svíþjóðar og ég sá ekkert fyrir mér að vera eitthvað stórlið í Svíþjóð að vera að banka upp á dyrnar og tjekka á mér. Runda á Jurgården búið að bjóða mér einhver aðstofþjálfararstöðu. Var alveg að pæla í því þegar ég sé að Kristianstad að leita aðalþjálfara og vildi gjarnan konu. Já. Ég ennlega ímyndaði mér að þú veist sænska deildin og tjekka hvað Kristianstad og bara já, nú fáir sem búið í þessum bæ en það eru örugglega rosa möguleikar. Það voru með 1400 á meðaltali á sínum leikjum á fyrsta árinu sínu í efstu deild sem var árið áður en ég kom. Já, 1400 manns sem áhorfendur. Já, á meðaltali og þá hugsaði ég bara, vá, það þú veist, það geggjað, það hægt að byggja hann á þetta. Svo ég bara sendi e-mail og bókaði fund, hitti framkvæmdastjóran á Arlanda, sérst í Stokkólmi, bara á flugvellinum, fundi, sannfæran að ráða mig og ég sagði við hana að þú ræði mig þá verði ég lengi, sko, því ég þannig típa, sko. Sá samt ekkert fyrir mér í þetta í 15 ár, sko. Nei. Svo hélt ég bara, ég gleymi aldrei fyrstu vikunum í starfi, sko. Þetta var svo ótrúlega lítið, skilur við. Klúbhúsið var bara einhver skúr og félagið var svo lítið og engir yngri flokkar og ég hugsaði alveg 9 mánuði bara hvernig ég fara út úr þessu, sko. Þetta bara, það var eitthvað djók, sko. Oh my god. Bara út af þetta var svona lítið allt saman. Já, en sko, þó deildin hafi verið langbest. Já. Þá var samt sko, æfinga umhverfi og aðstæða og allt svoleiðis og Íslandi er bara top notch, þú veist, það er miklu betri en mörgum liðum út í Evrópu, sko. Við myndum nýta okkur það aðeins betur en í Íslandi, þá er líka þetta að fara útrúlega langt, sko. Einmitt. En, þú veist, hvernig var einmitt, þú veist, þarna talar þetta var svona smáskrítið eitthvað, en hverju voru áskorunar? Bara þú sem þjálfari að koma þarna út? Áskorunar voru bara, í rauninni bara allar sem að þú gast fundi, sko. Ég meina, toppliðin í Svíþjóð voru bara ótrúlega góð fótboltalið, sko. Já. Og þannig að það fari leiki, sko, í hverri viku sem þú gast tapa 8-0. Og það var kannski einn og einn leikur sem átti sjans á að vinna og ég áttaði mig á því fljótlega að það var heiminn og haf á milli liðana, sko, liðana í botninum og toppinum og svo byrjuðum við bara og svo æfinga aðstæðan líka, við þurftum að taka æfingatíma innan hús, ég bara spila 4-4 á parketti. Það var 1 gervigras í bænum og svo allir að tróða sér á þetta gervigras þannig að það voru bara örfá tímar og engin ekki upphitað, ekkert að skafa það eða var snjór, það var bara voringar æfingar og þú veist, þá var manni búið að fara á mölina og þú veist, mölin var löngu farin hérna á Íslandi, maður var bara inn í höllunum hérna og hérna þetta var svona, þú veist, staffið rosa lítið, ég satt á skrifstofin að vinna, það var enginn inn í húsinu, ískalt, illa upphitað hús, þú veist, það skipti ekki máli, sko, hvert við fórum, allt var erfitt, sko. Okay. En það sem ég fannst bara svo gaman var í rauninni tækifæri að fá að spila við þessar bestu, sko. Tækifæri að fara inn í leiki sem að þú áttir ekki að vinna og finna leiðir til þess að reyna að ná góðum úrslitum. Svo bara að tapa 10 leiki með röð, það var líka bara ákveðin áskorun. Finna ykkur að leið út af því rugli. En þú ert nefnilega mjög lausna með þú einhvern veginn, það er sko mín tilfinning með þig er svona að þú fáir einhverja sín og þú bara eitthvað, ég þarf að komast þangað. Þannig, hvað skref tókstu þarna fyrsta árin? Já, þú veist, maður þannig alltaf bara sitja og reyna að leita lausna á öllum
vandamálin sem þú finnur í kringum, að það er náttúrulega bara að gera ákveð svona analyse, bara, þú veist, þú ert að skoða hvað er að og síðan byrja að forgangsraða sem hefur alltaf verið svona, þetta er svona ákveð system sem ég held ég hafi þróað með mér í gegnum árin, sem er eitt mikilvægasta system sem þú býr til sem þjálfari. Þú veist, það er að vera ekki bara með 1000 hluti og svo þú ferði þetta og svo hleypir í þetta heldur, ok, eru kannski 80 hlutir sem ég bara náða að skrifa niður, það var eitthvað að. Hvaða 20 hluti er mikilvægast að vinna með og síðan hvaða 5 hluti verði að byrja á til þess að komast eitthvað með þetta. Og ég meina, það var bara svo ótrúlega mikið svona, ég ætla að leiða mér að kalla þetta svona mindfuck sem bara, sem fór bara í hringi haustum á mér, eins og ég með 2 markmenn. Annar markmaðurinn er miklu betri en hinn. Miklu betri karakter. Frábæra á æfingum. Alltaf til staðar fyrir alla í hópnum. Og meðan hinn var bara, algjörlega öfugt. En hún var frá Kristianstad, vinkona allir í liðinu og ég þurfti bara að taka ákvörðun að fara á fund með markmanninum, betri markmanninum og segja, ég ætla að taka út í liðinu að við erum ekki að fara að vinna leiki með þig í liðinu, þó þú sést betri markmaðurinn. Við erum aldrei að fara að ná sem hóp saman með hana á bekknum. Hún mun bara, það verður bara eitur í gangi og ég verður rekin, þú missir þitt jobb og þetta er búið hjá okkur. Þessi stelpa sem heitir Brett er bara búin að vera í Kristianstad í 16 ári, þjálfar í akademíin í dag. Spilaði, ég veit ekki, hvað marga leiki, 250 leiki líka við, eða eitthvað, fyrir félagið. En 2009 spilaði hún ekki. Ég þurfti bara að klára tímabilið á hinum markmanninum. Og svo liti hann alltaf bara fara, Og Brett fór inn. En þú veist, þetta er svona skrýtnar ákvarðanir sem þú ert að taka eða móti þinni sannfæringu, að þú veist að betra fyrir liðu þessari stundu. Það er alltaf að hugsa, skilur, hvernig ætla ég að fá klefan með mér? Hvernig ætla ég að fá þennan leikmann til þess að, þú veist, performa á sínu besta. Hún er besta vinkona þessa markmanns. Ég set hann á bekkinn og hún er ekki að fara að spila vel. Ég þarf hana samt, ég er ekki með neitt annað. Þetta er bara svona, þetta er svona ákveðin mindfuck ákvarðanir sem þú bara, þú veist, þetta fara yfir 100 sinnum í hausnum. Þetta er svona púsluspil. Já, þetta er rugla púsluspil, Ég held þú sért góð í þessu púsluspili. Ég held með 32 ára reynslu að þjálfa stelpur í fótbolta, þá er komin sem að reynsla í þessu púsluspili. Klálega. Myndið þið langa eftir að þjálfa kallalið? Já, myndi langa það, Og ég get alveg lofa þér því að Valur hefði hringt í mig sumar og búið mér að taka kallalið. Ég hefði tekið það á 1 sekúndu, Að það er svo ótrúlega mikið sem þarf að taka til í því liði og ég hefði elskað þetta challenge. Þú veist, maður bara horfir á leiki og maður sá bara vandamálin í samskiptum leikmanna og ég horfa á þetta og hugsa bara, oh my god, hvað mér langar að fara og gera eitthvað í þessu rugli. Hvað myndir þú gera? Þú veist, ég get ekki svarað því í podcast í 1,5 tíma. Og ég myndi þurfa að fara að name-droppa einhverja leikmenn og eitthvað svona. Ég er bara með skoðanir á því að samskipti leikmanna en á vellinum þar eru skrítin og eru alveg skýrmerki þess að liði getur ekki ná árangri eins og það horfir við mér. Og þá þarf bara að vinna með það. Hvernig maður gerir það? Þú þarft að vera á staðnum og vera á hverjum degi þarna og svo finna út þína strategíur og leggja púslið. Þannig að það eru svona ákveðin og það eru örugglega fullt af fólki sem heyrir mig segja þetta núna bara, þú er aldrei getað að fara inn og þjálfa þetta kallalið. Það er bara rangt. Það er ekki bara eitthvað kona, maður, eitthvað þetta. Jú, það eru örugglega fullt af strákum í liði sem myndi að horfa á mig bara, hvað er hún að fara að segja okkur og bara eitthvað hérna og við erum bara manneskjur, og þetta snýst bara að vinna saman og eiga skýr samskipti og þora að segja það sem manni finnst og svo bara leggja púslið bæði fótboltalega og svona út frá leiðtogahæfni. Og ég hef samt einhvern veginn, kvennafótboltinn er mér bara svo kær. Og mér finnst kvennafótboltinn bara þeir þurfa að vera manneskja eins og mig. Ég er búin að eyða það mörgum árum að mikil vinnu í að byggja kvennafótboltann upp á mismunandi stöðum í heiminum og ég eiginlega tími ekki að hætta því. Nei, ég er bara glöð að halda þér áfram þar. Bara please do.
En áfram að hérna Kristjánstad, þú fékkst svo til þín Íslandinga, Margrét Lára, Sif Atla, Svava Rós, kom ekki Elísa Viðars líka? Jú. Og örugglega einhverju fleiri sem að ég kannski ekki með blaði hjá mér. Já, margar. Já, en hérna, þú veist, að fá Íslandinga í liðið, varstu bara svona, þú veist, gefa þeim tækifæri og sást að þær pössuð í liðið og þetta eru allan einhverja sleggjur sem að koma til þín. Hvernig er að fá sko erlenda leikmenn, bara þú veist, þú örugglega með leikmenn úr bara frá alls konar löndum, að fá þau öll til þess að tala sama tungumálið. Ég er ekki að tala sænsku, heldur fótbolta. Nei, það er erfitt, sko, það er mjög erfitt. Já, og menningar og... það er mjög erfitt og svo passa sumir kúltúrar ótrúlega vel saman og aðrir ekki. Og mér finnst sko sænskur og íslenskur kúltúr passa ótrúlega vel saman að þeir eru mjög ólíkir. Ekki hvernig við lifum lífinu, sko, þú veist, bara hvernig við, þú veist, förum í matvöruverslunina og tölum saman daglega og borðum á jólunum og það eru páskar og eitthvað svona, þú veist, hátíðir og eitthvað, þú veist, þar pössum við alveg vel saman sem svona svipuð. Já. En þegar það kemur á svona hugafari og þóra og svona directness, ég veit ekki alveg hvað það heitir á íslensku akkurat núna, svona í samskiptum, þú veist, að bara, herðu, svona er þetta bara. Svíjar eru bara allt annað en þetta, sko. Já. Og meðan við Íslendingar erum bara, herðu, nú skulum við bara tala umboðlaust, svona er þetta. Og þú veist, ef þú ert ekki sammála því, þá þurfum við bara að finna ykkur að lausna því hvernig við leysum það. En þú veist, Svíjar, það er tala í 4 hringi, 5 hringi, 6 hringi, svona allir að vera, ég ætla ekki vera á vinkunæðin, sko, en hérna, alls ekki særa þig, og þú veist, mér finnst þú æðisleg, en bara passar ekki alveg núna, kannski næst. Veist, þetta er svona, þú veist, óskýr skilaboð. En á sama tíma eru Svíjar alveg ótrúlega skipulagðir og við erum alveg ofboðslega skipulagslaus að mörguleiti á Íslandi. Og ég get náttúrulega ekkert nema með að við sjálfa mig og það fólk sem ég hef unnið með bæði í Íslandi og í Svíþjóð, þar er rosalegu munur og það er það sem ég hef lært kannski mest af Svíjónum, það er þetta að þú veist, setja hugmyndi mínar í Excel-dokument. Og þú veist, geta, það sé eitthvað skjal, það sé verið að vinna eftir einhverju plani, sko. og svo blanda hugafærin okkar við það, þá ertu komið gott mix. Svo hef ég alveg tekið inn leikmenn frá Afríku til dæmis, sem hafa, þú veist, frábæra hæfileika sem okkur hefur vantað í liðið, en þá lendur í svona samskiptavandamáli og þú lendur í, það er bara öðru sér hugafær, hvað var það eiginlega allt? Og það skiptir ekki máli hvort við erum að tala um páskana eða frítagana eða hvernig þú mætur á æfingu, hvernig ertu inn í klefa, hvernig hagar þeir í mismunandi aðstæðum. Þar er rosa áskorun. Já. En mér finnst rosa gaman að búa til svona áskorun í liði. Já. Ég held að öll lið þurfi þessa áskorun. Þess vegna ég er með svona ákveðna svona signing strategy, sko, hvernig karaktera þú tekur inn í hóp og hvað er pláss fyrir marga svona karaktera og út frá aldri, út frá, þú veist, reynslu og út frá persónuleikum og öllu þessu. Getur þú farið meira í það? Sko, ég ætla aldrei að segja neinum frá strategiðinu minni, sko, 100%, ég ætla ekki að gera það, sko. Nei. Ég var einmitt út að labba með einni vinkonu minni í Svíþjóðandaginn og hún ætlaði svona lúmstarinn að fara inn í þetta. Hún sagði bara, ég verð að fá að vita hvernig þetta er, því ég veit úr með eitthvað annað, sko. Já. Og ég fór að svona segja smá frá þessu og hugsaði bara, víst, ég ætla ekki að segja frá þessu, því að mér finnst þetta geggjað, sko. Já. Það er rosa stratsetti á bakvið, sko. Ég hef ekki, þetta er svona ákveðni, þú veist, eins og þarna litabókin með litakarakterunum sem allir sálfræðingar á móti. Já. Ég er alveg líka, mér finnst þetta skrítin bók, sko. En hún hefur samt ákveð point og það er þetta, þú getur ekki sett fólk í kategóriur út frá litum, þú ert rauð eins og ég. Svo getur við ekkert verið með 7 rauða, skilur við, allt þetta. Já. En ég er samt með pínlítið svona. Hvað getur verið með marga hávara karaktera inn í klefa? Hvað getur verið með marga karaktera í liðinu sem að fá að taka þátt í mót
ræktun kúltúrsins og hjálpa yngri leikmennunum að hafa eitthvað svona seg í klefanum. Já. Það er rosa mikið svona sem skiptir máli og út frá aldri, ég er alveg með svona skýra svona, já, þetta er eiginlega bara svona kerfi, hvað ertu með marga leikmenn undir 20, hvað ertu með marga leikmenn yfir 30, af hverju og þetta skiptir mig alveg gríðalegu máli til þess að ná réttum balans í hópnum. Ertu, út af að tala Excel-skjal, ertu bara með Excel-skjal og sagði bara, heyrðu, ég þarf þessa eiginleika, svona, þetta, og svo ertu bara svona, liggum við að fylla inn í það? Já, ég bara er að fylla alveg fullt inn í það. Já. Til dæmis með stjörnur og þá sem eru góðir í loftinu, þú veist, og það er ákveðin litur fyrir þá sem eru góðir í varnar föstuleikadröfum og svo er annar litur á stjörnunni fyrir þá sem eru góðir í sóknar föstuleikadröfum og þú verður bara að vera með ákveðin marga hópnum sem eru með rauðastjörnu og eru með gulastjörnu. Já. Og þú veist, þú gleymir þessu í rekrútmentinu bara, og fer bara eftir einhverju tæknilega góð, fljót, þetta með svona marga landsleiki, þú gleymir bara stjörnunum á föstuleikadröfum. Þá getur þú bara að vera að fá 20% mörkunum sem ferð á þig, verður bara út úr og glemtir einu í kerfinu, sko. En hérna, rekrútment, ef við ræðum það samt aðeins, hvað er það svona sem þú ert að horfa á, þú veist, ég veit þú ert að horfa á mismöndu hluti hjá leikmönnum, en er einhverju svona eiginleikar sem allir verða að hafa? Já, þetta er mjög hlaðin spurning. Já, ég veit það og ég er að hugsa þegar ég var að fyrirlestra hjá þér, sko. Þegar þú fóst eitthvað svona aðeins yfir hérna, eitthvað þú þarft að hafa, veit ég með þetta einna, sko. Sko. Þú ert með eitthvað svona identity. Já. Líka hjá þeim og það er svo margt sem ég langar að pikka út hjá þér, sko. Sko, ég kalla alltaf svona að koma inn í húsið. Já. Þú veist, og þegar þú mætir inn í húsið sem er bara klefin okkar og það sem við eyðum okkar tíma saman þá velur þú bara hvað þú tekur með inn í húsið og þú getur tekið með þér skiluru bara er að túr, er í ógslafandskapi og eitthvað og þú hefur bara ákveðin og ert við hurðina sko, ætla ég að taka þetta með mér inn í húsið það er ég bara eitthvað að fara að hjálpa liðinu með að mæta inn og bara ég er með túrverk í dag og ég er bara að deyja og þú veist bara í alvörunni, sko. Þú erum alla konur hérna, sko. Þú hvað heldur þú margir á túr í dag? Það getur að deila þessu með einum, sko. Og, þú veist, maður getur alltaf verið með einn sem að maður vælir aðeins í. Og það, þú veist, það er svolítið svona, það er ekki að segja regla, ég er ekkert með rosa mikið að reglum, þetta er svona policy. Og, þú veist, ok, fyndu eitthvað sem maður vælir í, spurðu þá líka manneskjunu. Ég lagi væla aðeins í þér. Já, maður væli meira eins og vilt. Ekki fara að væla, þú veist, í þriðja aðila sem að, þú veist, hefur engan áhuga á þínu rugli, sko. Þú bara pirrar hann. Já. Og ég set oft upp þess að glæru svona, þú veist, þú getur valið að koma inn með allt þetta hérna. Já. En það eru svona ákveðin policy að hvað er í lagi að taka með inn og hvað er ekki í lagi að taka með inn. Og það geta allir tekið með inn í húsið að segja hæ við aðra. Já. Og, þú veist, og ef þú bara þorir ekki að tala, finnst óþælt að tala fólk, þarf ekki að tala, en þú getur ákveð að koma og brosa. Ég get komið hérna og sestu hliðina þér og bara kinka kollu og brosa til þín og þú mun taka því sem í lagi þó ég þóra ekki að tala við þig, sko. En ef þú veist, þú getur ekki brosa og horfa niður í gólfið og þóra ekki að tala og allt þetta, þá kannski erfitt átt ekki að vera komin í húsið, sko. Nei. En svo talaðu svona að vera fyrirmynd að þegar fólk kemur inn að ræða við næstu kynslóð eða eitthvað svoleiðis. Já. Mér fannst það svolítið áhugavert að þú varst að hvetja þér til þess að hafa samskipti, nú eru komnir yngri flokkar, eða ekki? Jú. Já, en þú varst eitthvað svona að hvetja þér að vera fyrirmyndir eða eitthvað svoleiðis, er ég að fara með rétt? Já, mér bara, ef ég tekin leikmann í meistaraflokk hjá mér og hún segjum bara komur að fyrsta æfingu úr 16 ára, þá er svona eitt af því fyrsta sem ég segi við leikmann úr 16 ára, þess að bara Silja, nú ert þú komin hérna á meistaraflokksæfingu, það fara inn í klefa núna með atvinnumönnum í fótbolta nú ert þú líka ein af þeim, sko, sem þýðir að frá með þessum degi þá ert þú honum fyrirmynd þannig að þegar það kemur 9 ára Silja á göngunum á morgun þá ert þú Silja sem ert komin í alið og þá ber þig bara skylda að heilsa þessum unga leikmanni og sjá til þess að þú hagið þér ekki bara hvernig sem því að hún farin að horfa á þig sem bara ég vil vera þessi Silja, sko. Og leikmönnum bregður ótrúlega oft þegar þú ert bara 16, 17, 18 ára og þú fær þessi skilaboð ég er fyrirmynd þú
þú getur ekki valið það bara hvort þú ætlar að vera fyrirmynd ekki, orðin fyrirmynd og síðan hvort þú ert léleg fyrirmynd eða góð fyrirmynd, það er bara allt önnur spurning sko. En leiður komin inn í þannig klefa og þú ert á, þú veist, þetta er rjómin í húsinu sko, það vilja allir vera þarna þú fyrst að vera þarna. En hvað áhrif finnst þér það hafa á, þú veist, næstu kynsluð? Það hefur bara ótrúlega mikil áhrif sko. Og ég er alltaf með svona jakka inn í klefa sem er með, þetta er svona fínn jakki með Kristjánstad logoinu á brjóstinu. Já. Svo vel ég formann, það heiti velkomstkomitté, það er að taka móti félagið, ég er ekki til íslenskt orðið. Nei, við skildum þetta. Og svo formaður þessa félags er alltaf í jakkanum. Þannig að þegar kemur nýr leikmaður inn í klefa, sama hvort það er eitthvað stelpa sem bara komið heimsókn fyrir Íslandi og er að æfa með okkur í 3 daga, eða það er nýr leikmaður að koma upp úr 19. liðinu, eða við vorum bara að sæna nýjan 28 ára leikmann, skiptir ekki máli. Bara nýr einstaklingur inn í klefan, þá er formaður þessara nefndar, tekur á móti viðkomandi, tekur í höndina á henni, býður hana velkomna, sýnir henni hvað hún á að sitja og svo hún getur fengið með þess að 2-3 aðrar sem að hafa reynslu af klefanum og það er hjálpa þessari stelpu bara að komast inn í allt. Hérna eru fötin sem átt að ná í, hérna finnur þú vassflösku, hérna er sjúkraþjálfara herbyggið, eða þú vilt vikta því, þá er viktinn hérna, þjálfarnir eru þarna, þannig að það er sjá bara þetta. Já. Það sem að sú reynsla sem ég fengi af þessu er að það fer allt þetta stress leður búin að labba inn í klefan, þá er einhvern veginn bara að þú nærið ekki að vera stressaður því að þú hefur ekki tíma til að setjast niður og taka upp síman og vera bara inn í sjálfu þér eitthvað, því að það er bara að vera að sjá þig sko. Já. Ég fótt í Bandaríkjana, þá kallast þetta svona, þá færðu svona big sister. Já. Að þá ertu sko stóra systir sko, þú veist, og þá bara vantaði eitthvað, þú veist, þá bara heyrir í mér og ég, þú veist, hjálpa þér að finna út úr þessu. Og það var alveg næs sko. Þetta er gott koncept. Big sister. Já. Og fyndi sko, ég var sem sagt stóra systir fyrir stelpu sem var sko 2 metrar á hæð, hún var kúluvarpari og þú veist, hún var 2 metrar á hæð og örugglega svona 150 kíló og þú veist, og ég er alveg stór sko, en ég var sko pingu, þannig við vorum alltaf að hlæja því að ég væri stóra systir og svo bara lyftu mér upp og hendi mér upp í loft og eitthvað, ég var bara eitthvað, ok, þetta er mjög fyndið, en ég með þú vilt eitthvað fá þér að drekka. Freyr Alexandersson, var hann ekki aðstoðarþjálfari hjá þér? Jú. Var hann lengi með þér að? Sko ég fekk hann yfir í Val, hann var að þjálfa Leikni, hann var að þjálfa held í 15 og kvenna Leikni og Bjössi var að þjálfa 15 og kvenna Fram og okkur vantaði yngreflokkaþjálfara með metnað og með langaði að fá svona svolítið, þú veist, þjálfara með ástríðu og svona sem bara lifa fyrir þetta, þannig að ég keyrði og horfði á fullt af æfingum hjá þeim báðum. Bara satt í bílnum í laumi eitthvað á bílastæðinu og rölti gækringu vellina og báðir voru svona öskruðu mikið og það var rosa líf á æfingum sko og við allir hvernig Freysi er sko, hann var alveg eins, þannig var það 15 hvernig Leikni sko. Svo fekk ég mitt bara báða í Val og annar tók 3. flokk og hinn tók 4. flokk og þetta var alveg geggjað yngri flokka teimi sem ég með þarna sko. Svo kom Freysi, ég tók hann inn sem svona backup þjálfara í meistaraflokk þegar ég var ófrísk. Já. Þannig byrjaði sko 2000 og það hef ekki verið fyrir tímabili 2007 eða 2006 eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var. Jú, og það gekk bara svo ótrúlega vel að einhvern veginn við bara, það var bara svona match up in heaven sko. Bara við vorum eins og einhverju tvíburar á vellinum sko. Nice. Og það er svona bauði honum að koma inn bara sem 50-50 þjálfari með mér, þannig að við deildum bara 50-50 sem vorum að gera síðasta ári 2008 að því ég var búin að ákveða að ég ætla að hætta og ég sagði þú tekur bara við eftir mér og þannig var það og þetta var, ég hef aldrei hugsað hugsunina einu sinni að vinna 50-50 með einhverjum eftir þetta. Nei. Og það er ekki því að það var einhver léleg reynslaði, þetta var geggjað sko. En ég hef ekki hitt neitt einstakling á leiðinni sem ég hefði getið hugsað mér að vinna eitthvað 50-50 með eftir það. Nei. En hann kemur svo út, þú sækir hann út til Kristjánstad líka? Nei, hann var aldrei með mér hann starfaði aldrei með mér, en hann kom í heimsókn tvisar, ég fekk hann einhvern tímann þarna þegar við vorum búin að
vorum bara að Já, tapa held hann ég. var aðstofþjálfur hjá Val, ekki á Kristjánstað. Já, Já, hjá Val. ok. Og það eru margir sem hafa ruglað þessu saman. Hann hefur Já, aldrei verið með mér. ég sko Það las er þetta Bjössi, einhvers sko. þar. Það var Bjössi. Já, Þannig að Bjössi kemur síðan og er aðstofþjálfari hjá mér í Kristjánstad í sorry Bjössi ef ég er að segja þetta eitthvað villust núna en ég held að hafa alveg verið sko 10-12 ár sko. já, er það? Þetta rennur allt saman. 12 ár held ég. 12 ár. En 2020, það var stórt ár hjá okkur. Þá fóruð þið í meistaradeildina. Já, Hvernig var það svona, mamma kalla það ævintýri eða? þetta var alveg stórkostlegt sko. Ég hef oft hugsað þetta svona eftir að ég verið alveg frekar svekkt yfir því að hafa aldrei unnið deildina. Já. Og mér er alltaf fundist að vera svona smá feiljur sko. Meistaradeildina? Nei, bara vinna deildina. Sænsku Í Svíþjóð, já. Býtu unnið hann ekki? Nei, við unnum hann aldrei. Vá, ég held það. Ég gerði ráð fyrir því. Nei, og þetta er alveg svona, mér hef oft hugsað þetta sem svona að þetta er feiljur sko. Þetta er bara, ég klúraði þessu sko. En svo einhvern veginn er ég að reyna að horfa á þetta kannski í stærra samhengi þá einhvern veginn bara var þetta einhvern tíma raunsætt markmið, skilur í rauninni, þú veist, 45.000 manna bær, engi peningar, það sænska deildin var besta deildin í heimi þegar ég kemði hana. Já. Hún er það ekki í dag, en hún er samt topp 5 deild í heiminum í dag, veist, og það eru bara lið sem er að vaksa á þessum tíma sem er þarna, sem eru með kallalið á bak við sig og þú veist, og bara svona í samaburði sko þá ég hef alltaf sagt að peningar eru ekki aðalfaktorinn á bak við þá þú vinnir deild og ég er ennþá þeirra skoðunar en að sjálfsög hefur það áhrif að eitt lið geti alltaf yfirboðið samninga. Já. Þið finnst þú alveg vera að ná einhverju leikmanni eða þú veist Sæna Kosovara Slani til dæmis sem að bara var major profile í Svíþjóðunum og hún var í einhverju lægð, hún kemur til okkar og ég eiginlega svona basically lofinni bara ef þú kemur til mín þá verður bara komin í byrjunliði landsliðinu í sumar sko og Svíþjótt að spila Evrópukeppnina í heimalandinu og hún var komin út úr landsliðinu ég bara, ef þú kemur til mín þú verður komin í landslið sko, þú verður farin bara starter og allt þetta sko og svo kemur sumarið og hún er bara markast í deildinni þegar að sumarið kemur, er í byrjunliðinu í sænska landsliðinu og PSG kemur bara og kaupir hana. Já. Þú veist, ég hugsaði bara, yes, nú erum við bara að fara að fá, sko, þú veist, money in the pocket, sko, og getum bara keypt 3 Kosovara Slani í Svíþjóð fyrir hana. Já. Og þú veist, ég er ekki að grínast, við fengum 1 milljón fyrir hana íslenskar, sko, sem er bara djók, sko. Ég var líka alveg bara, ha? Nei. Ég held bara að væri að fá skiluru 10, 20, 30 miljónir PSG skiluru og það var svona sjokker fyrir mig og þetta er 2013 sko. Þá hugsaði ég bara ok, ég er að vinna með eitthvað konsept hérna sem er sennilega bara ekki hægt að þróa í eitthvað meistara system sko. En ég trúði þessu alveg fram á síðasta dag sko. Já. Síðan alltaf bara byrjaði að vaksa þessi stóru klúppar eins og MFF og Hammarby og Häcken og þá ertu komin í eitthvað konsept sem þú ert ekki að fara að stjórna sem litla Kristjánstad sko. En að fara í Champions League var stórt og ég er ótrúlega stolt af því að við höfum farið 2 ári röð í Champions League og ná að taka þátt í því og því miður fórum við ekki lengra en við fórum og við duttum út á móti Bordeaux á fyrra árinu og svo móti Ajax á seinna árinu. Bara góð reynsla og ógeðslega gaman sko. Já, en fæður að drekka, ég skal tala í smá stund, tjók. En þú nefnilega varst svolítið svona flink og sniðug að búa til einhvers konar samfélag, þú veist, þá er ég að tala ekki bara liðið heldur í kringum liðið og ég man einhvern tímann talaður þú veist, í COVID með gamla fólkið, svo er einhver í hjólastól og eitthvað svona, getur sagt okkur aðeins frá þessu, þú veist, hvernig þú náðir að fá og þú sagðir að það voru 1400 fans. Hvað voru svo margir, hvað voru margir á vellinum svo? Sko metið á mínum tíma voru 2700 held ég. Ok. En alveg rosalega svona inconsistent sko. Þú veist, við vorum með svona base af, þú veist, 600 sem kom alltaf sama
Já, hversu lélegar við vorum, skilur við. já, Eða hvort við værum á einhverju tímabilið sem að gekk ekki vel. Þetta var orðið þannig síðustu árin að það var alltaf svona solid 600, sko. Svo komu toppleikinir eða við vorum búin að vinna, ég man að við vorum búin að vinna 10 leiki í röð, þá allt inni var komið yfir 2000 í stúkuna, sko. Þannig að það er alltaf glory hunters og þú veist, og það er ekkit að byggja eitthvað meir en þetta í Kristjánstad verður erfitt, sko. Því þetta er svakalegur handboltabær. Já, einmitt. En þú veist, að ná samfélaginu með ykkur, ég var svona COVID, gamla fólki út á svölum og svona, Já. að hvað leikmenn þeir fóru og gerði leikvimi með gamla fólkinu í COVID þegar þau máttu ekki hitta einhvern, var það þannig? Einmitt. Ég meina, þetta er bara einhvern veginn, ég veit ekki, ég held að þetta sé nú alltaf partur af svona liðsheildaruglinu hjá mínum liðum. Já. Það er svona, við finnum okkur eitthvað sem okkur finnst gaman. Já. Þú veist, og ef það benefitir einhver aðra þá er það náttúrulega bara geggjað. Já. Og við náttúrulega bara æfðum, þú veist, minimum, maður mátti ekki dæfa rosa mikið á þessum tíma, en við æfðum samt, sko. Það var aðeins öðruvísi í Svíþjóð. Já. En við vildum, og ég veit, það hefur einhvern veginn alltaf verið þannig í mínum liðum að liðið eyði miklum tíma saman. Já. Og gera reglulega eitthvað saman. Okay. Það var ekki hægt á þessum tíma. Nei. Þannig að, og við vorum búin að búa til svona samfélagsverkefni fyrir eldri borgara sem að þau hittust einu sinni í viku og æfðu. Þá var ég að tala sko að fara í göngutúr og gera bara einfaldar æfingar og bara við vorum að reyna að vinna móti í svona einmannaleika og bara hjálpa eldra fólki að búa til betri grunn fyrir síðust árin. Og þetta var það sem liðið var að gera? Já. Og við vorum að gera þetta, liðið og þjálfararnir og svona og skiptumst á að vera með þessar æfingar. Já. Svo hætti þetta náttúrulega þegar COVID, þetta þau með ekki hittast í hóp, sko. Nei. Og þá ákvaðum við að prófa svona svala leikfimi, eins og við köllum þetta. Já. Og við bara mættum með risa hátalara fyrir utan húsið og byrjum að spila einhverja háa tónlist og þetta var nú held ég bara á jólunum fyrst, því ég man að við vorum með einhverja rosa jólatónlist. Já. Og við vorum í þessu bara í marga mánuði, sko. Við fengum bara pantanir, það bara getið komið fyrir utan þessa blokk í næstu viku og þetta varð svona, þú veist, þetta var frábært fyrir fólki sem gæti komið út á Svalur og gert æfingar með okkur, en trúðu mér, sko, það voru við sem að vorum bara living life, sko. Já. Hittast og dansa eitthvað núti og alltaf í liðsbúningunum. Já. Þannig að við eignumst fullt af nýjum stuðnismönnum á COVID-tímanum, sko. Þetta fólk er ég múin að sjá í stúkunni, sko, margoft. Þau kunna meta það sem þið voru að gera þarna. Akkurat. En svona bara eins og stuðningsmenn að halda þeim við og eitthvað svona, þú veist, sko, já, eins og þú varst að tala áðan, þú veist, þú ert fyrirmynd og kemur og þá heilsar upp á næstu kynslóð og þú veist, því þú ert fyrirmynd, þannig náttúrulega nærðu fólki inn til þess að vera með þér, þú veist, þannig ertu bara að búa til framtíða stuðningsmann fyrir þig og fyrir liðið með þú veist, þessari hegðun. En að sækja stuðningsmenn, þarna gerðu það með þessum hætti, þú veist, voru þið bara virk í samfélaginu þarna í Kristjánstad, þú veist, með þetta allt og til þess að örgulega bara gott í hjarta en bara til þess að sækja fólk líka á völlin. Já, sko, ég bara, þetta verið fast í mér bara síðan, ég veit ekki, ég held bara alltaf, sko. Já. Og alveg sen ég bara var að þjálfa Val, þá var ég alltaf að segja við stelpurnar, sko, við getum ekki setið hérna að vera röfli við því sem við höfum ekki. Nei. Þú veist, að vera alltaf að einbeita sér að því að, sko, við fáum þetta ekki, strákarnir fá þetta, það er enginn sem kemur okkar leiki, það eru margir sem koma þangað, þú veist, og hvað höfum við? Já. Hvað er hérna núna? Hvað getum við gert við það? Koma 50 manns á leikinn, ef þú ekki bara gefið sem 50 ykkur ekstra upplifun og leyfa þeim að vera partur af því sem við erum að gera og heilsa þeim og þú veist, það er vel ekki mynd með mér. Þú veist, og við komandi bara, nei, jú, ég get að tekið mynd með þér. Þú vilt. Og svo allt inni verður þetta eitthvað þeng og mér finnst þetta bara einhvern veginn bara, mér finnst þetta eitthvað svo sjálfsagður hlutur. Já. Þú veist, að vera góð vinkona þeirra sem er að sjá grasið og þú veist, þeirra sem er að þvo þvottinn og allt þetta því að, þú veist,
þetta fólk bara að mæta þarna á hverjum degi og hefur alveg geðveikan áhuga á liðinu og hver einasta manneskja, einn gæi sem að sjá grasið eða einhver sem að vinna upp í veitingastanum þekkir 20-30 aðra og fer heim og segir, heyrðu, já, þær eru geggjaðar hérna stelpunar í Kristjánstad, þær kom alltaf hérna að heilsa og eru svo hressar og það er að spila laugardaginn, ef ekki bara fara öll og horfa á, sko. Þetta verður bara svona spin-off áhrif, sko. Búa til samfélag. Já. Bara í kringu liðið. En hérna... Þetta tekur orku, já. Við skulum ekki gleyma því, það gerir það. Þannig að þetta þarf að vera svona ekta. Ef þetta er ekki þú, þá er þetta erfitt, sko. Þess vegna finnst mér ósega mikilvægt að leita þessum einstaklingum líka þegar þú ert að sæna inn í liðið, sko. Þú ert að vera með leikmenn sem að vilja þetta. Þetta er allt innum með 10 í hópnum sem að hafa engan áhuga að gefa af sér. Þá passar ekki inn í okkar samfélag, sko. Nei, en mér finnst líka áhugavert þegar þú sagðir, þú veist, að hérna bara eins og með að koma að horfa leikinn, bara stelpur og eitthvað þess áttar, því að mér finnst oft, sko, stelpur vera að biðja bara þú veist, þeir horfi ekki á okkur og eitthvað, en svo eru þær kannski ekki heldur að mæta. Það er yfirleitt stærsta vandamáli. Já, og hérna ég er búin að vera með 2 viðburði nýlega, einn í míningarunum þá horfðum við á Women NBA og því ég vildi bara vita, þú veist, hafa stelpur í alvörinu ekki áhuga á konuíþróttum og til dæmis Women NBA, því það er til dæmis ekki sýnt inn á Íslandi. Og svo vorum við með íslenska handboltalandsliðið og vorum við á úrslitaleikina sem Þórir vann titilinn og þú veist, það komu 180 manns og komu 120 manns bara rétt fyrir jól meira að segja. Út af því ég vildi bara svona sýna, við höfum áhuga en ég er líka vil alltaf segja þið verðið samt að vera duglegar að mæta og mér finnst þetta oft svona, þú veist, svolítið vanta að, þú veist, við viljum að einhver komi en við erum kannski ekki einmitt að sækja þau innan gæsalappa eða þá að sýna sér sjálf áhuga, sko. Og ég vil alltaf meina líka að stelpupappar, þeir skipta miklu máli þarna út af því að maður vill segja pabbi minn horfir á kvennaíþróttir, gerir pabbi þinn það ekki eða, þú veist, þannig að þú veist, maður verður svona stoltur af því, sko, út af því þetta er bara í DNA-anu hjá minni fjölskyldu, sko. Þannig að þetta er svona áhugavert, við stelpuna þurfum nefnilega að vera duglega líka að mæta og horfa. Þú talaðir spons. Þú varst að fá einhverja sponsora á þess áttar og mér varst að fyndi þú varst að tala um eitthvað kaffi, eitthvað hvar þú kaupir kaffi, mannst eftir því. Aha. Getur þú sagt okkur frá því? Mér varst þetta svo gott dæmi, sko, bara talandi samfélagið, sko. Já, einmitt, að því að, sko, þetta er svona að gefa og þiggja dæmi, sko. Vinn. Já, og þetta var bara, við vorum alveg að fara á hausinn í Kristjánstad og ég var bara einhvern veginn neita að vera búin að eyða öllum sem árum, þú veist, í félagið og með stelpunum og svo voru við bara að deyja bara á einni viku, sko. Já, alveg. Og ég, mér langaði svo frá fund með Runi Andersson sem var, ríkasti maður Svíþjóðar á þessum tíma. Já. Hann var bara, þú veist, efstur á listanum, á Forbes-listanum af Svíum. Já. Og ég var búin að lesa ykkur grein eftir hann, eða eitthvað viðtal við hann sem hann er að segja, að hann var stærsti svona prívat sponsor í sögu sænsks fótbolta. Búin að sponsa Trelleborg bara með einhverjum mörg 100 milljónum, sko. Já. Og hann hætti því alveg, og hann sagði bara, ég nenni þessu ekki lengur, þegar þú veist, leikmenn og þjálfarar, við skilja bara ekki hvað er verið að gera fyrir þá, sko. Nei. Og ég hugsaði bara, ég bara verða að fara að funda með þessum gæja, sko. Ég verða að heyra hvað hann er að segja, sko. Og hann gamall, sko, hann 72 eða eitthvað annað og ég fyrir hverjana að ringja í aðstoð konunans. Hún var á þess að pyrra út í mig og hún bara, þú veist, þú ert ekki að fara að funda með hann. Bara glemdi þessu, sko. Nei. Og við neitaði bara að gefast upp og ákveða, ég las eitthvað Smart Eyes fyrirtæki sem eitthvað glerregna fyrirtæki sem hann átti að fara að taka upp eitthvað á Íslandi. Það bara var nú í tækifæri, sko. Ringi bara að tala ensku, hello, journalist from Iceland, want to speak to Rune about this. Já, hérna GSM-númeri hans. Oh my God. Og ég bara vást. Þetta blir alveg snöðvelt. Ringi hann, líg að honum líka, mæti sig hann á hann fund, bara með hjarta í buxunum og er bara, ég er ekki blaðamaður, ég er bara þjálfari í Kristjánstad, langar bara að tala við þig. Ógeðslega hallartleg, sko.
og en svo bara hann fílaði þetta Nákvæmlega. auðvitað, því hann bara frumkvöðl og gæi sem er að búa til milljarða business út úr bara skrýtnum hugmyndum. Já. Þannig að honum fannst þetta ógeðslega gaman, ég sat þarna með honum ábyggilega 2,5 tíma eitthvað og hann útskýrði þetta bara fyrir mér eiginlega í dítela sko, hann sagði bara, þú veist, ok, hvað eru stærstu sponsorinn þínir í Kristjánstad? Og ég segi, já, Sparbanken eitthvað, ég ekkert að tala um einhvern banka og ekki kommununa, þú veist, þetta bara, það bara common sense, þú veist, stærsti bankin sponsa alltaf, hvað svona stærsta fyrirtækið sem að gefur ykkur peninga sem frá Kristjánstad? Já. Ég bara, heilin á mér, hann bara kviknaði í, sko, ég vissi ekkert hvað þetta svara, sko. Nei. Og hann sagði bara, nei, þetta vandamálið. Þú bara ekki hugmyndu það, hvað fyrirtæki þú ert að vera að versla við í Kristjánstad. Hvert ferðu að fara til dæmis kaffi, verði ekki á Espresso House og þetta sem allir hinnir og eitthvað. Og ég segi, jú, ég geri það. Sem bara, já, það eru örugglega einhver bakari og einhver kaffihús, svona lokal sem er að styrkja ykkur. Og þar áttu að drekka kaffið. Mhm. Þú ert ekki að vera að drekka kaffi í einhverju keðju sem að mun aldrei sponsa ykkur og drullu saman liðið þitt. En þetta litla kaffihús út í horni sem kannski gefi ykkur 100 á ári, mætir alla leiki hjá þér og þú veist ekki eins og af þeim. Nei. Og það var bara eitthvað svona eye-opening moment þar sem ég hugsaði bara, vá, ok, mér langar bara genuinely að vita hver að gefa mér möguleika að vera einn á hverjum degi, sko. Já. Hver að hjálpa þessum stelpum að bara fá greitt launin sín, sko. Eða að fara að hjálpa okkur að lifa af að því við vorum að fara á hausinn. Þá bara áttaði mig á því að ég bara klippa mig á villsum stað og ég á að vera að fara, það bara svo margt sem að þetta bara eitthvað svona, þetta eitthvað keðja, þetta eitthvað svona ringur sem á bara að virka. Já. Og leið og færð þetta til að virka og færð leikmennina til að skilja mikilvæg þess. Já. Þá bara fóru hjólin að snúast, sko. Já, ok. En þið eruð ekki gjaldþrota? Nei, og við fórum frá því að vera með, held ég, 11 sponsora tótal þarna þegar við erum að fara á hausinn. Í dag eru yfir 300, sko. Ha? Þetta eru bara endalist fyrirtæki sem að styrkja félagið í dag, sko. Það er alveg, fólk er mjög gott í því að fá svona keðjuverkun á það að skipta við réttu aðilina, sko. Og þetta snýst bara, ég klóra þér á bakinu og þú klóra mér á bakinu. Akkurat. Já. Fá þetta fyrirtæki til að kaupa þessu fyrirtæki. Já. Og hjálpa til við það líka. Þannig að við getum alveg gert það. Já. Vá. Heyrðu, en ok, aðeins aftur að þjálfuninni. Þetta var svo góða sögur, ég varð að fá þig til þess að segja þér að ég er búin að sitja í mér, sko. En hvað myndir þú segja að gerir góðan þjálfara? Sko, það er þetta góðir ungir þjálfarar og það er með litla reynslu. En svo eru líka bara þetta góð þjálfarar sem eru með mikla reynslu sem eru eiginlega konum með svona eru orðnir ennþá betri. Já. Og ég held að það er rosa erfitt að vera ungur þjálfari og vera með þetta allt, sko. Já, sjálfsög. Það er erfitt, en þú getur verið efnilegur og svo getur verið rosa góður. Og ég held maður þurfi að hafa þolinmæði sem þjálfari í að safna í hennar reynslubanka. Vera ekki að hlaupa yfir öll þrepin og leiðinni. Það er bara fínt að byrja í yngur flokkum og fara rólegin í meistaraflokk og allt í lagi að vera rekin. Það er allt í lagi að taka 1 skref tilbaka frá því að vera aðalþjálfari, við erum aðstoðþjálfari og bara taka sér tíma í að komast á hana stað. Já. Fara reglulega á námskeið. Ég myndi ekki drífa mig í einu námskeiðin. Nei. Ég gerði þau mistök að ég tók sko námskeiðin alveg upp í Júfa A bara strax. Já. Og þegar ég horfið tilbaka þá hefði ég viljað geima þetta eins og vinna eins og milli, læra ákveðna hluti og svo ferðana og þú á námskeiðinu testar sjálfan þessu ótrúlega mikið, sko. Já, þannig að þá nærðu að sækja reynslu meðan og ert á námskeiðinu og svo náttúrulega bara byggir allt upp á það. Já, og Júfa Pro ég tók það ekki fyrir en sko 2019 sem að mér fannst geggja, sko, það er bara það besta sem ég gert á ferlinum, sko. Ég man bara, ég var með einhverja hrókafyllni heima og var alltaf að segja, sko, já, ég þarf ekki að taka próf. Nei. Ég kann þetta bara, ég er búin að vera í þessu svo lengi. Já. Þetta er bara eitt mesta stúpid komment sem ég bara láti út munninum á mér, sko. Og fara á Júfa Pro og ganga í gegnum þessi 2 ár þar sem að maður er að
spegla sjálfan sig og fylgjast með öðrum og fá að vinna með alls konar mismunandi verkefni, þetta er klikkað sko. Já. Og þar einhvern veginn, þar fór ég úr því að verða fínn þjálfari, að verða mjög góð þjálfari held ég. Okay. Og bara að fara mótar hugmyndiðinar og næra svona setja þér í einhvern pakka sko. Já. Og það er svona mér finnst þjálfarar í dag oft vera svona hlaupa yfir ákveðin skref sko. Þarf að gerast allt svo hratt og það gengur rosa vel eitthvað staðar og kemur eitthvað tækifæri og bara hoppar á það strax og ég trú ekki alveg á þá leið. Nei. Og það sem eiginlega hefur gefið mér alveg ótrúlega mikið var að vera á sama stað lengi til þess að bara geta prófað alls konar hluti. Já. Og þegar þú ert komin á góðan stað í félagið sem líður bara ég má gera fullt af mistökum núna. Já. Bara alveg svo leikmaður. Já. Og ég verð ekki rekin þó að ég, klúðri þessu alveg tótali sko. Að þú þarft að testa ákveðna hluti til að sjá hvort þið virki. Já. Varst aldrei hrædd að staðina? Jú, bara ótrúlega hrædd við þá tilhugsun. En ég vann líka ótrúlega mikið í því að lendi ekki í því að staðna sko. Þess vegna er að segja það, þú býður með námskeiðin og þú sér til þess að fara í heimsókn til annara þjálfara og fá aðra þjálfara í heimsókn. Já. Maður græðir ótrúlega mikið að fá aðra í heimsókn sem koma og eru kannski að skoða æfingar hjá þér í 2-3 daga og svo fara þeir að spurja þig, akkur að gera þetta og hver var pælingin í þessu og þá allt í einu ferðu að spegla sjálfan þig líka sko. Já. Bara ég er búin að festast alltaf lengi í þessu eða þetta var geggjað eða ég er búin að gleyma þessu og bara svona að fá pínu tryggurinn í umhverfið. Ég held að fólk þori því ekkert alltaf. Ég held að fólk sé, hrætt við að jú, gera mistök kannski en bara eitthvað, ég veit ekki, vera dæmdur eða eitthvað svona bara, að fólk það náttúrulega bara hafa sjálfstraust til þess að einmitt hleypa líka fólk inn og vilja eiga þetta samtal, hvað sástu og bara svona skoða þetta. Já, ég held að það geti alveg verið rétt sko. En hver myndir þú segja að væri þínir svona styrkleikar og veikleikar sem þjálfar? Sko ég held nú að aðal styrkleiki minn sem þjálfar í dag er nú kannski reynsla mín. Ég er bara búin að vera í þessu í 32 ár og með þjálfa alveg ótrúlega margar stelpur, fari í gegnum rosalega mikið af erfileikum, náð árangri, búin að prófa þetta allt og ég býja því í dag og síðan tel ég mig vinna með mjög mikið svona skýrleika í hvað ég vill, ég er mjög skýr með bara þetta er grunnurinn í hvernig við ætlum að spila, þetta er kúltúrinn, þetta er okkar vision, við erum að fara þangað og það er ekkit kannski eða ef eða eitthvað, heldur bara þetta er leiðin og bara hoppaðu inn í bátinn eða farið eitthvað annað. Og ertu ekki eða tíma okkar? Já, svolítið svo les. Og svo er ég bara ég sjálf. Já. Og ég er bara stór skrítin oft, sko, ég veit það alveg. Ég fá ofta að heyra það, sko. Úr karakter. Hvað varst til að segja núna? Bara áttar það á því, hvað varst að örgla mikið núna? Og veistu það er bara svolítið mörg ár síðan ég hætti að vera drullu sama, sko. Já. Hvað öðrum finnst mig, þú veist. Og þetta þegar ég var þjálf á Íslandi, bara hans er góð vinkona leikmannana, þetta er fáránlegt. Það var náttúrulega bara líka bara tíðkaðist ekkert að þið væri eitthvað, það ætti eitthvað vænt leikmennina eina, það mátti bara eiginlega ekki á þessum tíma sko. Þetta er bara að vera hérna og þú ert þarna, en þetta er bara ótrúlega fyndið að því í dag eru bara ótrúlega margir stór klubbar út í heimi leita akkurat af þjálfurum sem eru, þú veist, manneskjanna bak við leikmannin skipti mestu máli og ég eiginlega býja því í dag sko, en þetta er einhvern veginn, já, ég held bara þessi 3 hlutir sko. En veikleikar? Það var veikleiki lengi hjá mér að svona delegera, hvað er það svona útdeila verkefnum til sko, að því að í nútíma fótbolta þá, eða íþróttum bara, þá er staffið alltaf að stækka, bara koma fleiri og fleiri inn og það er þörf fyrir fleiri og fleiri, allt frá sko liðstjóra í sjúkraþjálfara, í lækni, í þrekþjálfara, aðstoðarþjálfara 1, aðstoðarþjálfara 2, þú veist, og allt þetta, og þetta er orðin svo margir sko, og ég var bara á tímabili alveg ofboðslega léleg í þessu og ég er bara ennþá að vinna í því að mér langar að breyta þessi styrkleika, mér langar að vera alveg ótrúlega góð í þessu
og ég held ég sé alveg góðri vegferð en þú veist, ég á langt til land ennþá Nei. og ég þarf að challengea mig á einhverju nýjum stað og það er það sem ég þarf að byrja upp á nýtt. Já. Þá mun ég geta svarað þér síðan setna hvort þetta sé ennþá veikleiki eða hvort þetta sé breytist í styrkleika. Okay. Svo skiptir engum máli hvernig þú tala við, það fólk mun alltaf nefna að hún má alveg vera á réttum tíma eins meira, svona í ákveðin verkefni. Þú veist, ég er ekki að segja að ég kom og seint út á æfingu, sko, Nei. en það er svona, ég myndist þetta annars, ég held ég geti stressa fólk í kringum með aðeins með að vera á síðustu stundu, ég vinn bara svo vel á síðustu stundu, Já. veist eins og ég nái svona einhverju meiri edge og smáatriðum út af sjálfum mér, Já. með að gera hlutin á síðustu stundu. Þú ert ekki með ADHD eða það? Ég veit ekki það, þetta er vel verið. En þetta er auðvitað veikleiki, sko. Þó mér finnst þetta að vera gott fyrir mig, þá er þetta rosalega neika áhrif á marga í kringum mig og ég veit bara, ég komist upp með þetta með að vera á 15 ári í sama stað og ég veit ekki næstu það sami val og nú er ég bara frá nýjan stað. Því ég get ekki tekið þetta með mér, sko. Nei. Ég veit ekki hvernig það lítur út. Það verður eitthvað shit show ef það verður. Nei. En út af því ég vinn með svo mikið íþróttafólki, hvað gerir þú þegar þú finnur að íþróttafólki þitt að missa sjálfstrausti? Það er þetta besta spurningin í dag, sko. Já. Að þetta er uppáhaldsspurningin minn, sko. Okay. Ég bara, sjálfstraust er allt í þessu, sko. Algjörlega. Ég bara, það skiptir engu máli hvað við tölum hérna. Þú veist, eitthvað smáatriði í fótbolta eða eitthvað sem gerist inn í klefa eða labba göngunum inn í íþrótthúsi. Þú veist, við munum alltaf inn í enda af því degi þá endum við að tala um sjálfstraust sem stýrir þessu öllu. Algjörlega. Og ekki bara hjá leikmönnunum, heldur hjá okkur þjálfurunum líka, sko. Það er svona verðum allir með að bæta þetta að gefa öllum þjálfurunum hlutverk, því að ef þú ert með þjálfara með lélegt sjálfstraust þá er það að fara að smittast út í leikmönnuna. Og óöryggi þjálfara er oft það sem er það versta í samskiptum við leikmönnuna. Já, ég get alveg skilið það. En svo hvað var það leikmennina, þá er þetta bara einhvern veginn að því að ég var bara ekki góð í fótbolta sjálf og ég bara, veist ég, á sérstaklega eitt moment sem er reytabolta á æfingu hjá Val og ég ætla ekki að nefna henni nöfn, en þetta er moment sem er mér, sko, veist ég man ennþá í hverju var, sko, þetta er á því leveli, sko. Okay. Veist þú bara reytabolta einhverju einfaldri æfingu og fótboltaæfingu í meistaraflokki og ég er 17 ára eða eitthvað. Og það leikmaður sem snýr sér við og bara hraunar yfir mig. Mér fannst ég bara ágæti í reytabolta. Alltaf verið með ágætis tækni og skilja þetta ég var ekkert að klúra neinu, skilju. Og ég fæ bara eitthvað svona, bara kvæsir á mig yfir einhverjum algjörum óþarfa. Og sjálfstraust sem að, þú veist, já, ég segi yfirleitt bara, það getur tekið 3 mánuði að byggja upp sjálfstraust, spila reytabolta meistaraflokksæfingu. Það tekur 3 sekúndur að brjóta það niður, sko. Svo þarf það bara að vinna það aftur. Og þetta er bara, þetta er stærsta vandamál íþrótta. Það er þegar að vanta sjálfstraust og þetta er eiginlega auðveldastu hlutin hjá þjálfara að vinna með. Okay. Ef þú vilt það. Þú veist, þú ert tilbúin að grafa ofan í einstaklingana og skilja þá. Og ef maður er ekki tilbúin að gera það, þá er ekki hægt að byggja sjálfstraust hjá einstaklingi. Og ég er maður sér oft svona að maður er á Twitter eða YouTube eða eitthvað, þá er einhver að segja, þú veist, sjálfstraust, þú byggir það sjálfur. Það er þú sem byggir þitt sjálfstraust. Og eitthvað svona, eftir 32 ára reynslu sem þjálfari, það er bara nokkuð % rétt í þessu. Þjálfari, þú byggir upp þitt sjálfstraust, já. En þjálfarinn eða léli samskipti samræðina getur tekið þetta niður bara á no time, sko. Og þá kom að flowmódelinu. Já, komdu með það. Ég hluti sem ég mynda hérna ekki staðar. Og ég ætla ekki að fara okkur rófi hérna núna. Nei. En þú veist, ég er samt á rófi, sko. Já. En ég er bara svona reyni að vera á rófi ein með sjálfur mér. Við erum bara 2 hérna. Já, það sem að vera að grafa í einhvern svona smáatri til að finna út hvernig þú getur fengið eitthvað ekstra út úr þessum leikmanni. Og segjum bara, ég sé hérna með Önnu og Elínu og það eru í sömu stöðu. Önnur er 15 ára og hinn er 35 ára. Og þetta er bara major munur á þessum 2 leikmannum. Já. En ef þú sér það að spila fótbolta bara svona úr stúkunni og bara svipar. Okay. Og þá, fyrir mér er þetta bara, ég er að fara í leik. Hvernig skilaboð gef ég Önnu og hvernig skilaboð gef ég Elínu. Það er bara algjörlega mismunandi, sko. Þar nota ég alltaf
flowmódelið. Ok. Flowmódelið bara eitt besta módel sem hefur verið búið til í heiminum, bara til að skilja möguleika einstaklings á ná árangri eða líða vel í því sem hann að gera. Það skiptir engum máli hvort við erum að tala þig í 100 metra hlaupi eða mig í fótbolta eða bara afa Gunna í að búa til eitthvað keramik skulptúr. Já. Sama hver það er. Þú, til þess að ná árangri því sem þú ert að gera, þá þarf þér að líða vel. Það þarf að vera þannig að það séu minimum hugsanir, erfiðar hugsanir í gangi meðan þú ert að framkvæma til þess að þú getur notið þess að gera sem þú ert að gera. Og það er alltaf pælingin að lækka púlsinn nokkur slög ef það er hægt. Af því þá áttu meiri möguleika á að framkvæma það sem þú ert að gera vel. Einmitt. Og þá er þetta bara, flowið er bara, þegar það er alltaf, já, við erum í flowi, við erum búin að vinna þetta áttaleiki í röð, við erum í flowi. Og hvað er flow? Við erum búin að heyra þetta milljónsinnum, Okay. Og ég bara einn daginn fór að googlaði bara flowa, því mér langaði bara, hvað er flow? Já. Flow er bara, það er bara línuritt. Og önnur línan eru hæfileikaðinir og hin línan eru áskoranirnar. 15 ára leikmaður, 35 ára leikmaður, þeir geta ekki verið með sömu áskorun, þráttur að vera kannski með sömu hæfileika. Já. Þá endar 15 ára leikmaðurinn í stresskasti og bara með, bara anxiety, hvað heitir það aftur? Stress bara, ekki? Já, það er svona panik. Já. Og á meina 35 ára leikmaður löngu búið með þetta, er bara rúlar í gegnum þetta eins og ekkert sé. Einmitt. Það þarft að stúdera sem þjálfari hvernig upplýsingar þú gefur til leikmannsins. Að þú getur ekki verið með sama töflufund bara fyrir þessa 2 leikmenn. Þú getur ekki verið með sömu kröfur á æfingasvæðinu fyrir þessa 2 leikmenn, að mínum mati. Það getur vel verið að sé einhver annar sannleikur úti sem að einhver sálfræðingur eða einhver annar aðalþjálfari segir bara, þetta var bullshit sem betur að segja núna, en þetta er minn sannleikur. Og ég vinn eftir þessu til að byggja sjálfstraust og mér finnst alveg ótrúlega mikilvægt að fylgjast með hvernig leikmenn tala við einhvern annan. Okay. Hvað ert að segja við leikmennum við hliðinar? Hvenær ert að peppa leikmenn og hvenær ert að brjóta niður? Hefur þú bara yfir höfuð eitthvað leyfi til að vera að tala með 15 ára stelpuna eða þú ert alltaf að tala eitthvað skít? Bara lokar kjaftinum að þér og fer að tala við sjálfa þig, og því að bara röng orð eða rangur tónn getur drepið meira en heldur miklu meira en ef að þú myndir sjá svona eitthvað inni ertu þá bara ferðu og ræði það mál? Ég fer að ræði það mál. Já. Og bara með ákveðið svona system hver fyrir inn og styrkir hvern og þú þarft að vera ekstra á þessum leikmann í dag hún þarf pepp og það er bara svona ákveðin atriði sem þarf að þetta er bara smáatriði, smáatriði. Það er ekki endalaust að koma inn og vinna bara hverjum degi og vera með grunninn í hvernig þú byggir upp og grunninn hvernig þú ætlar að verjast, á milli leikja ertu bara í smáatriðum. Já, en eins og þú ert bara eitthvað svona velja milli þeirra tveggja og bara þessa, hún byrjar inn á þessi fyrir á bekkinn og alveg sama, þær eru báðar að fara að taka því illa. Hvernig, svona, það skiptir náttúrulega máli hvernig þú kemur því þá á þær, hvernig þú lætur þær vita það ekki. Því mér finnst svo oft, þegar ég er að tala við krakka og þau bara panika, bara hann vill mig ekki þjálfarinn. Út af því það er kannski engin rökstuðningur með því eða eitthvað svoleiðis, hvað gerir þú? Já, það er líka bara svolítið mismunandi eftir einstaklingum. Sumir þurfa rosalega miklar útskýringar á því af hverju hlutinir eru eins og þeir eru. Sumir vilja það bara ekki. Nei. Og þetta er einhvern veginn og þetta er ótrúlega flókið. Akkurat þetta moment er ótrúlega flókið. Já. Og það er, þú getur nota staffið þitt líka rosa mikið í þessu. Já. Þetta er auðvitað mikilvægi þess að vera með fleiri í kringum leikmannahópin en bara aðalþjálfara og allt frá sjúkraþjálfara í lækni hver sem það er, bara í dag þurfum við aðeins að vera með hann í bómull, hún er að fara út úr liðinu og ég næ kannski ekki tækifærinu að fljúga á hana áður en hún er farin heim. Þú vill ég endilega einhver grípa hana hérna á leiðin út bara til þess að þetta er allt í góðu. Við höfum trúað þér og allt þetta en ég vil nefnilega ekki fara í samtal við leikmann áður en ég er búin að gefa þessu ákvörðun. Ég bara vil ekki gera það.
Þannig maður er mjög sjaldan sem gera það. Einmitt. Og ástæðan, ég vil komast í rauninni í veg fyrir þetta bull sem getur komið út manni sjálfum, sko. Ok. Þú veist, ég kem og ég er búin að vera að nákvæða liðið og ég þarf tíma alveg fram á síðustu æfingu fyrir leik. Já. Og svo er ég bara, ég get verið bara 2 tíma fyrir síðustu æfingu, þá er ég ennþá bara, er ég að fara að spila Silju eða er ég að fara að spila Sunnu. Svo bara, ok, já, Silja er að fara að spila. Þetta er bara tilfinningin, það er 50-50, sko. Silja er að fara að spila. Já. Og ég ætla ekki að fara að draga Sunnu þá inn í klefa 10 mínútur fyrir æfingu og svo fer maður út í eitthvað babl og ég bara staði mig svo ofta af þessu sjálf. Já. Það fer bara í gangi eitthvað tal sem að, þú veist, endar í einhverju svona bara, er ekki ekta og þetta er bara eitthvað bull, þú fékkst ekki skilabóðin sem að, þú veist, í rauninni þú áttir að fá. Já. Heldur þú fer bara á æfingu, fer bara upplýsingarnar, þú ert ekki í liðinu og þú, hvort sem er að mæti leikinu og vera tilbúin og fara yfir, þú græðir ekkit á því að heyra það, þú veist, einu sólarhring fyrir leik, þú þarft að vinna í þessum sendingum, þú ert ekki búin að vinna þessa skallabolta, þú ert bara búin að vera einhverstaðar annars staðar á fundunum. Ert þú þá bara eitthvað mótiverið að mæti leikinu á morgun bara, ég er bara annars staðar á fundunum, ég get ekki sendt innanfóta sendingu. Þú veist, mér finnst þetta einhvern veginn bara ekki tímapunkturinn að koma með þessa gagnrýni. Að því gagnrýni býr til hugsanir og hugsanir búa til einhverja tilfinningar, það verður svona líkamlegt action eitthvað sem fyrir í gang sem oft er bara eitthvað stress og þá fyrir við aftur í flowið og þá er leikmaðurinn bara komin á einhvern stað sem hún vilt ekki hafa ná. Þess vegna finnst mér miklu betra að taka þetta spjall daginn eftir leik, 2 daga eftir leik og bara fara yfir til rólegheitunum. Og hvað finnst þér þegar ef íþróttafólk kemur til þín og spyr bara hæ, heyrðu, þú veist, mér langar að bæta mig, þú veist, getum við bara átt samtal hvað þarf ég að gera, eða þú veist, áttu þetta samtal reglulega við þína leikmenn eða hvernig virkar þetta? Já, þetta er eiginlega besta spurning sem íþróttamaður getur komið með. Og þegar, þú veist, maður á aldrei að vanmeta sko sitt eigið svona power. Þú átt alltaf rétt á því að fara og spyrja þjálfarinn þinn að einhverju. Og það eru ángríns ótrúlega fáir íþróttamenn sem gera það. Ég veit það. Ég veit ekki hvað er búin að þjálfa marga leikmenn og ég veit ekki hvað það eru fáir sem hafa komið og virkilega sett mig upp við vegginn. Herðu, ég vil bara vita. Ég var í liðinu fyrir 5 umferðum, ég hef ekki spilað í 5 leiki. Af hverju? Já. Og þú veist, þetta er ekki dónalegt samtal. Þetta er bara samskipti. Já. Og samskiptin eiga verið báðar áttir, sko. Og ég á rosalega svona, ég vil ekki eiga svona planafundi. Herðu, klukkan 10 er þú að fundi, 20 mínútur yfir 10 kemur næsti, eitthvað svona. Já. Ég segi alltaf við leikmennina mína að ég er síðasta manneskjan út úr húsinu, alltaf. Já. Ég siti hérna inn í þjálfaraherbyggi, æfingin er búin 2, síðasti leikmæðurinn fer 3:30 eða 3 eða hvað sem er, þá fer ég heim. Já. Þú hefur hérna sko 1,5 tíma til að koma og setjast í sófan inn í þjálfaraherbyggi eða biðja hérna eitthvað og það voru alltaf sömu leikmenn sem nýtt sér þetta sko. Svo svona þegar leikmaður kemur aldrei, þá átti ég það til að fara út og ganga og býða hún til að viðkomandi fóru úr klefanum og herðu, kalla á leikmannin, herðu, hvernig líður þér og hvað er í gangi og bara svona aðeins að tjekka, skiljur við. Að þú þarft líka þú ert svona eiginlega að hjálpa leikmannin að koma að tala við þig, sko. En mér vantar pínlítið þetta að þú sækir þín svör stundum sjálfur. Já, en maður þarf að vera skýr með það að það sé alltaf í boði. Já, ég held nefnilega að sé ekki í boði hjá öllum, sko. Mér heyrist ekki, sem að mér bara, já, smá, skrítið. Hvað myndir þú segja að gerði góðan íþróttamann? Sko, ég myndi segja að það gerði góðan íþróttamann að lifa íþróttina, ekki bara hafa rosa metnað svona út af við, þú veist, metnað fyrir að ná árangri, metnað til að fara og æfa aukalega, fullt á svona leikmennum sem bara, þú veist, eru 100% æfingum, æfa mikið aukalega, alltaf eftir á vellinum og þeim finnst þeir sjálfir rosa metnaðfullir. En svo þegar kemur af öllu þessu aukastöffi, vera meiddur
og vera tilbúin að takast á við það, vera í endurhæfingunni 100%, Ég mynd gera það. endurheimtin á milli leikja, daginn eftir leik, Já. þú veist, hlusta á það sem að vera að segja, þú veist, núna er hvíld, núna er rútína af þessu leiðilega stöffi, þú veist, svona þessi íþróttamæður sem er tilbúin að lifa öll þessi smáatriði sem eru leiðileg Já. og eru erfið, það er svona þessi ultimate íþróttamæður fyrir mér. Það er fullt af þessum svona hálfgóð íþróttamönnum sem halda þessu rosa metnaðfullir, sko. Já. En það er eiginlega svona í erfileikunum og í mómentunum að sem að maður er þreyttur, það sem svona definar þig, sko. Ertu til í að borða matinn sem finnst vondur eða ertu til í að reikna prótínin sem þú þarft og endur heimtunar stigin sem þú þarft í rauninni að tikka í bóksin, sko, er ég búin að gera þetta? Já. Það er íþróttamaður. Það er íþróttamaður. Ert þú duglega að hugsa sjálfa þig? Hugsaðu þig sem íþróttamann? Bara var alveg ótrúlega léleg í því í mörg ár. Ótrúlega, ég held að vera að fara að segja góð. Nei, bara var alveg sko sjúklega léleg í þessu í mörg ár. Það var bara ótrúlega illa með mig. Ok, en? Og var bara mjög veik og ég eiginlega svona ströggla við alls konar kvilla frá því að ég veiktist annað 2020. Já. Þá kann ég að taka til í... Þú misti bara heilsuna? Já, algjörlega. Það hrundi, sko. Er það bara eitthvað líka andlegt onaða eða þú veist hvað? Já, ég myndi þetta bara einhvern veginn, bara kerfið hrundi, sko. Bara af einhverju vinna yfir mig, hugsa illa um mig, borða, þú veist, óreglulega, hreyfa mig óreglulega, sofa illa, allt þetta, sko. Já. Sem er bara því miður svolítið svona lífsmunstur þjálfarans. Einmitt. Ekki lengur? Nei, ekki lengur. Ég hef alveg verið mjög dugleg við það að búa mig til rútínur með að sofa ákveð marga tíma, veist, vakna alltaf á sama tíma, veist, þó eins og núna, ég er ekki búin að gera neitt í ár. Ég hef ekki verið búin að sofa út í 365 daga, sko. Veist, ég hef bara stilt klukkuna á sama, verið með sömu rútínu, veist, æfa x marga daga á viku og lífa bara svona, þú veist, heilbrigðum lífstíl, en ekki bara það, heldur líka, sko, þú þarft bara heila hvíld. Þjálfari það er bara heila prósess. Það er alltaf eitthvað í gangi en uppi, sko. Þú liggur á koddanum, bara hver er ég að fara að spila henni, er þetta að fara að vera svona og verður bara að fara í allt þetta bullshit, skiluru, yoga og meditation og anda og allt þetta. Ég veit þetta þú veist, það er einhverjir, þú veist, núna 30 þjálfar að hlusta á mig bara heldur í alveg, ég sé verið þetta. Já. Þú ert að fara í þetta eftir 15-20 ár, býtu bara. Þetta verður eina leiðin út, sko. En ok, ungir þjálfarar, hvaða skilaboð, svo við verum svona að lóka þessu, hvaða skilaboð myndir vera með svona ráðleggingar fyrir unga þjálfarar sem að kannski langar að komast í þín spor í daginn? Búa til þolinmæði, ef hún er ekki þarna. Bara, þú veist, skrifaði þolinmæðin á blað og síðan bara nokkur strik út frá þolinmæðinni. Hvað er þolinmæði? Hvað þarf ég að gera til að vera... Ertu að menna þolinmæði í þessari vegferð? Bara í vegferðinni á allan hátt. Bara þolinmæði hvað varðar skrefin sem þú tekur. Að þora að taka ákvarðanir sem eru erfiðar. Því að, þú veist, það er erfið ákvörðun að vera á sama stað í 5 ár. Þegar að vera að bjóða alls konar. Kannski er ekki rétt ákvörðun að hlaupa alltaf yfir í næsta. Nei. Svo kemur þetta moment. Hringdi fólk sem er búið að fara í gegnum þetta. Já. Og spurðu bara hvað getum við ekki ráð hjá þér. Þú veist, það eru örugglega einhver sem skellir á hann en ekki tala við því, en það er alltaf einhver sem svarar. Það er fullt af fólk sem búið að fara í gegnum allar þessi ákvarðanir sem þú ert að velta fyrir þér. Já. Og þú ert að þjálfa einstaklinga og það eru 25 leikmenn til dæmis sem þú ert með stjórn á akkurat í dag og það er ekki hvort þið hjálpið þér að verða, þú veist, skjóta fastar eða hlaupa hraðar eða vera betri að lesa leikinn sem að verður skilið eftir. Það sem er skilið eftir er hvernig leið undir þinni stjórn. Já. Það verður alltaf það sem stendur upp úr. Þannig að bara ekki gleyma því að þetta eru manneskjur og þú hefur ótrúlega áhrif á þessar manneskjur. Já. Ég man eftir mínum þjálfurum öllum, sko, og hvernig þeir létu mig liða, sko. Er það ekki? Já, en skilaboð til ungs fólks.
íþróttafólks? Já, þolinmæði líka. Það þarf þolinmæði til að ná langt og þetta kemur ekkit á 1 klukkutíma, 1 viku, 1 mánuð, heldur þetta bara einhvern veginn svona, þetta marathon og ungur íþróttamaður sem ekki góður í dag, ef þú ert 15 ára að úti, skilur, og þið langar þetta ótrúlega mikið, en þið finnst þú bara að vera langt á eftir svo mörgum, það ekki endastöðin, sko. Nei. Það bara til ótrúlega margar leiðir í að ná árangri ef maður hefur svo þolinmæði. Þú veist, ef þú fer á YouTube, skrifar bara hvernig get ég lært taktík í fótbolta, þá koma upp 500 klippur, leitar bara, þú veist, reglulega í þessum 500 klippum, horfir á eitt vídeo í 10 mínútur á dag, lærir alveg ótrúlega mikið á þessu. Það til svo mikið í dag sem var ekki til áður. Ég vildi óska þess að ég væri 15 ára ég á YouTube að leita af einhverju, þú veist, geggjuðu, hvernig á ég að vera, þú veist, miðjumaður í pocket og leysa það og þú veist, það bara til svo klikkað efni sem geti hjálpa manni að vera betri, sko. Já. Og svo má náttúrulega ekki að horfa á þetta eins og þetta sé biblían, sko. Þú veist, bara þetta sé eina rétta. Þetta bara svona breikka svona sjónsviðið og svona vitneskuna það sem maður að gera. Og svo náttúrulega bara þetta sem að allir búin að segja við okkur öll í 100 ár, sko. Þú veist, klukkutímandi sem þú sefur, þeir eru mikilvægir en klukkutímandi sem þú æfir, sko. Og endurheimtir allt. Og bara að drekka minna nokkuð, sko. Amen. Drekka minna nokkuð. Það loka orðin okkar. Já, það nokkuð alveg að taka yfir allt, sko. Það rugl, sko. Ég vil ekki allavega ég skamma einhvern þjálfara fyrir að vera með nokkuð að þjálfa börn, sko. Ekki gera það, sko. Nei. Herðu, en takk fyrir að koma, gefa þér tíma, ég veit þú ert að fara beint út á flugvöll núna. Yes. Herru, gangið vel og ég hlakka bara til að fylgjast með næstu skrifum hjá þér. Takk, sömuleiðis. Takk fyrir að hlusta, eigðu góðan dag. Gleðin með Silju Úlfars.